Einn leikur sem mjög skemmtilegt fyrir nemendur að spreyta sig á er leikur sem við köllum að tefla sig í upphafsstöðu. Leikurinn byrjar þannig að það er tómt taflborð fyrir framan báða keppendur og hvítur byrjar á því að raða öllum mönnunum á fyrstu reitaröðina og keppendur sleppa peðanum. Þannig að allir mennirnir fara á fyrstu reitaröðina og markmiðið er að setja það á reiti sem þeir byrja venjulega ekki á. Þannig að við ætlum að ímynda okkur að hvítur byrjaði til dæmis að þið setja kónginn sinn hingað á C1 og svartur hermir eftir og setur mennina nákvæmlega sömu staði. Hvítur setur hrók hérna á D1 til dæmis og G1 og svartur gerir það sama, D8 og G8. Svo kemur til dæmis drottningin með H1 og við sjáum að báðir eru að setja, eða hvítur eru að setja mennina sína á reiti sem að þeir byrja venjulega ekki á. Þannig enda mennirnir allir á mismunandi reitum heldur en þeir byrja á venjulega og við sjáum biskoparnir eru á bæði hvítum og svörtum reitum, þannig að þeir eru af réttri tegund. Og svo þegar að staðan er tilbúin, þá erum við með þessa stöðu hérna fyrir framan okkur, eins og við sjáum hér, og þá getur leikurinn hafist. Og markmiðið í leiknum er að endurraða mönnunum og koma þeim á rétta staði, staðina sem eiga að byrja á upphafsreitina, og hvítur byrjar og svo gerir svartur og svo skiptast þeir á. Keppendur mega nota helminginn á borðinu, þannig að hvítur má nota fyrstu til fjórðu reitaröð alveg hérna fram að miðinu og svartur má nota áttundu reitaröð til fimmtu reitaröð hérna, þennan helming á talborðinu. Og svo er bara að byrja og þetta reynir svolítið á nemendur að hugsa fram í tíman og búa sér til áætlun, eitthvað plan til þess að tefla eftir. Vegna þess að hvítur veit að hrókurinn hans þarf að komast á H1 og hinn hrókurinn þarf að komast á A1. Drottningin þarf að komast hérna yfir á D1. Biskoparnir þarf að komast á sína reiti. Þannig að það þarf að búa til plan hvernig fljótlegast er að endurraða mönnunum á sína staði. Þannig að ef skákinn til dæmis hefst á því að hvítur leikur drottningunni sinni á F3 sem dæmi, þá getur svartur kannski farið að plana að setja biskupinn sinni yfir á F8, fara með hérna á D6 og svo er bara að endurraða mönnunum og þeir eru ekkert að spá í því hvað hinn er að gera, við erum ekki að drepa neitt, við erum bara að hugsa það sem við erum að gera og reyna að vera undan andstæðinum. Og svo er bara keppni hvor er fljótari. Og þetta er mjög skemmtilegur leikur að fara með nemendur í og eins og segja að því að keppendur ráða sjálfur hvað mennirnir byrja, það eru margar mismunandi útgáfur á honum, tekur stuttan tíma, einfaldar reglur og þetta reynir einmitt svolítið á útsjónarsemi og búa sér til áætlun. Hvor á undan að koma mönnunum á upphafsreitina sinni. Mjög skemmtilegur leikur.